En þessi indókort, hver þín skoðun á þeim? Já, mér finnst þau fellega sniðug. Já. Eða upp á þetta, sko, til dæmis að því þú veist að tala um Mallorca. Já. Að það sem þeir eru að koma með inn á markaðinn er það að það er bara ódýrar að nota þetta, en líka eru með betra gengi á krónunni, þannig að maður er í útlöndum og maður þarf að passa sig rosalega mikið þegar maður er komin á þú veist, ef þú ert einhvers staðar þar sem þú sér matseðil það sem eru sko ljósmyndir af matnum þá er einhver hraðbanki þar rétt hjá sem er að fara að svindla þér. Það er að passa þig svolítið á þessu og það er þessir hraðbankar sem eru á rosalega aðgengilegum túristastöðum. Það er verið að bjóða einhver hrikalegt gengi og þú vilt heldur ekki vera að fá sko slæmt gengi á kortið þetta á krónuna í ofanálag sko. Þannig að maður þarf svolítið að passa sig að reyna að gera þetta eins og ódýrt og hægt er. Þeir hafa verið svolítið að fara inn á markaðinn að reyna fókusa svolítið á þetta. Mesta sniðugt. Já, ég var að hlusta á blöðkastið og Auðun Blöndal var að ræða þegar hann tók út í hraðbanka og hann ítti bara yes, bara eins og allir gera bara, og þessi vil bara fá peningi, mér tók út 100 áskall en borgaði síðan 17% út af að nýtt á yes þá hafði bara komið eitthvað svoleiðis og gaur bakmann segir, hvað það gera? Ákvæmst að borga 17 svo tók hann út 100 áskall og ítti bara no, borgaði ekki þú hafði bara valum, viltu borga mér 17% af úttektinni bara svona, já, fólk ítti bara Þetta er rám, sko. Já, maður þarf að vera bara rosalega varum. Bara á einu taka, sko. Þetta er alveg magna. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.